hvað hægt að gera við fjárhagslega hungraðar ríkisstofnanir annað en að dæla inn í þá fé. En það því miður þannig að þetta fé kemur frá Evrópusambandinu og að vissu leyti má tala að það sé illa fengið fé. Ég vil helst tala í fortíðinni og horfa til framtíðar og standa hér í nútíðinni heldur en að vera að líta tilbaka. Og svo eru alþingiskosningar bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla ef svo má orði komast. Það þýðir ekki að ganga svona fram í andstöðu við þjóðina. Og þegar verið að ræða svona mál, svona brýn mál, þá kannski strax teygjanlegt hugtak. Ef við ætlum að byggja upp ferðamannaiðnaðinn til framtíðar, þá verðum við að hafa sterkt og öflugt heilbrigðiskerfi, þannig að ferðamenn upplifi sig örugga þegar þeir heimsækja landið. En ég engan hátt að stinga höfðinu í steininn. Mér finnst óeðlilega mikið fjármagn fara í rekstur RÚV, sérstaklega þeir eru ekki að standa sig betur en þetta í fréttaflutningi. Ég náttúrulega í þessum hagræðingarhópi. Það náttúrulega liggur allt undir. Og við skulum bara sjá til, en ég engan hátt að stinga höfðinu í steininn. Gjaldþrota maður getur ekki borgareikninga fyrir aðra. Þetta brýtur gegn samfélögum. Einnig vil ég árétta það að það hinn mesti misskilningur sem hefur komið hér fram að einkavæðingin fyrri hafi ollið bankahruninu, því ég minna á það að Íslandsbanki var einkabanki og féll fyrstur og því ekki hægt að segja einkavæðingin hafi ollið hinnu svokallaða bankahruni. Ríkisstjórnin stjórnar ekki landinu samkvæmt skoðanakönnunum. Ríkisstjórn hæstvirtra ráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur sem nú gengur úr sal og hæstvirts fjármálaráðherra Steingríms J. Sigfússonar sem situr ekki hér í salnum hafa tekið ákvörðun að stjórna landinu með stjórnleysi sem á rætur að rekja í anarkisma. Það mega sumir kasta grjóti úr steinhúsi. En ég engan hátt að stinga höfðinu í steininn. 25 ára einstaklingur nú orðinn okkur roskinn. Malta sjálfstjórnarríki innan stærra lands. Það ekkert land. Þetta svona svipaði við myndum segja á sveitafélagsvísu. Við höfum hérna 30 sveitafélög. Vestmannaeyjar fær undanþágu frá því að borga auðlindagjald. Þetta á plástra, hengt í lengingaról hjá fólki. Og svo skulum við koma að kannski alvarlegasta hlutanum í þessu vegna þess að tíminn minn senn á þrotum. Það hungursneyð í Evrópu. Hér ætlum við að byggja upp græna stóriðju. Hér eru uppi hugmyndir að við getum selt orkun okkar á hærra verði heldur en tíðkast í ríkjum Evrópusambandsins sem við berum okkur saman við og það frábært vegna þess að orkan okkar sú hreinast í heimi. Ég spyr að verði sæstrengnum komið fyrir í sjó og við séum farin að flytja hér rafmagn fram og tilbaka því þetta ekki einstefnum vegur. Erum við þá tilbúin að blanda okkar hreinu orku saman við orku Evrópusambandsríkjanna sem búin til á kolum og kjarnorku? Ég segi nei takk. Þannig að við erum með því að fara í þetta verkefni jafnframt að gjaldfella okkar eigin orku og mengana með þessari skítugu orku sem þarna að finna. Þarna eitthvað mikið á ferðinni finnst það hægt að tala með þessum hætti í sitthvora áttina með nokkra mánaða fyrirvara. Það mega sumir kasta grjóti úr steinhúsi.